Teitur, ykkur hefur gengið vel með Keflavík í vetur. Verður áframhald á því í úrslitakeppninni? Ég veit það ekki núna. Þetta er náttúrulega, það er kannski svolítið óþægilegt og Siggi er náttúrulega strax byrjaður að ýta undir það. Nota svona meðul sem kannski ég er frægari fyrir. Það er ekki oft sem þú sér Keflavík reyna að láta einhvern vanmeta sig og það er svolítið gaman af því. En við reynum náttúrulega að bera það sem við gerðum vel í þessum tveim leikjum og virkaði núna áfram inn í úrslitakeppnina og reyna að láta þetta snúast okkar körfubolta. Þá er ég bjartsýnn. Ykkur hefur ekki tekist nægilega vel að gera Ásgar að þeirri gryfju sem þið væntanlega viljið. Verður svona ykkar viðleitni, mun hún koma í ljós til þess að gera heimavöllin svona meirað ykkar í úrslitakeppninni? Já, það er náttúrulega komið tími til þess og þú verður, það eru öll lið sem hafa úr Íslandsmeistarar eru með sterkan heimavöll og við vonum náttúrulega að fólk í Garðabæ fari að fjölmenna eins og í úrslitakeppninni fyrra og veit okkur hennar stuðning. Það er rosalegt búst fyrir strákana þegar við sjáum að fólk er að vakna og taka við sér og eins og ég segi, bara vonandi að fólk fara að láta sjá sig. Man býst alltaf við þessum hópur Keflavík sem eltir hvert sem er. En við komumst í úrslitin fyrra og það vita það allir og við hefum ekki farið félag með það að við ætlum að reyna að komast akkurat þangað aftur og reyna að gera jafnvel enn betur. Takk fyrir þetta, Teitur, og góða skemmt. Ok, sömuleiðis. Magnús, það er Stjarnan og þeir hafa leikið ykkur svolítið grátt í vetur. Eru þið að finna lausnina við þeim svona á síðustu æfingum? Herru, það er búið að vera lítið mæðingar núna. Út af fengum helgafrí út af voru törningar hér og þar. En við ákveðum það bara í kvöld, hvað við gerum og hvað við ætlum að gera. En það er alveg sagt, já, við erum búin að umulegra mútið þeim, þeir eru búin að slátra okkur. Þannig að eins og staðan í dag, þá hefur við breyk. Þetta stjórnulið, það er svona heilt yfir í flestum leikstöðum töluvert hávaxnara en þið. Er það sem hefur verið að stríða ykkur? Nei, alls ekki. Þeir eru bara með hörku gott lið. Og við þurfum bara að mæta og spila krafti. Alveg sem þessi stóru og litlir. Bara vera með hörku og vera töfrar. Þið stefnið á því að reka hattinn ofan í alla þá sem voga sér að afskrifa þetta Keflavíkurlið eins og hefur verið gert síðustu ár. Já, auðvitað. Við erum náttúrulega hættið því ekkert. Og ef fólk vil afskrifa okkur þá er það bara glæsilegt. En okkur bara laka mikið til að keppast á í Stjörnuna. Þeir eru með hörku gott lið. Farið þið svona með minni pressu á bakinn heldur en þeir inn í þessari rimu? Við fyrir með enga pressu. Ég myndi halda pressa að vera þeim. Að búast allir við að Stjarnan fari langt og þeir eru með gott lið. Þannig að pressan er á þeim. Glæsilegt, góða skemmtun. Takk hérlega sömuleiðis.